Já, góðan daginn. Gaman að því. Við vorum að tala drauma morgunsins. Það var áhugavert. Áhugavert sem gerist í draumunum stundum. En við allavega mættar aftur, það kom miðvikudagur eins og vanalega. Mér nú fór athyglisbrestur með mér svo fyndi að það er sjálfvirkur texti á þýsku við allt sem við erum að segja. Þannig að vesalíks þýska gervigreindin er að reyna að búa til þýskan texta á íslensku okkar. Við vonandi bara að hafa gagn og gaman af. En við þökkum eins og vanalega fyrir kosninguna. Í dag ætlum við að tala um gildi og hvað eru gildi og hvers vegna eru þau mikilvæg og hvað gerist ef við komum á móti þeim. Við ætlum að byrja á að minna á að við erum í dag í Mistur á Stórhöfða 33. Við ætlum að mæta þar með kristalla og leiðsagnaspil þar sem er að tóma hillur á bakvið okkur. Við verðum svo náttúrulega þar sjálfar ef að það er einhver sem vilja ræða námskeið eða eitthvað slíkt. Hjartakunna hvað sem er, það er að gera að koma við og spjalla við okkur. Og við sem sagt verðum þarna milli 4 og 7 í kvöld. Og það er síðustu vita það það. Já, þetta heitir duglegri degurstur í Mistur og það er alls konar tilboð. Það er Margrét Sigurðardóttir grasalæknir líka að kynna sína vörulínu og verður bara mjög flottar vörur, alls konar tilboð á degur vörum hjá Mistur og það er mjög gaman að hitta stelpurnar þar. Allt umhverfisvænur og góðar vörur sem að erum með. Já. Svo vildum við bara vekja athygli á því að það er eitt plásslaust á Englavíkunámskeiði sem er núna helgina. Það vegna forfalla þá datt ein út og þannig að það er tækifæri fyrir eina góða manneskju að hoppa á vagninn. Þannig að ef þið hafið áhuga þá skoðið þið endilega inn á síðun okkur undir Englaríki. Svo getið þið líka sent fyrirspurn á englaríki@starcoachacademy.is. .com. Jesús. Svo vildum við vekja athygli á því að námskeið okkar viltu vita meira, upptak af námskeiðinu viltu vita meira sem var núna í mars, er komin í sölu í vefverslunum okkar og þar eru sem sagt upptökur af öllum kvöldunum okkar saman. Námskeið í 3 hlutum. Fyrsta hlutanum vorum við að tala englana, í öðrum hlutanum tölum við mistarinn og þriðja gyðirnar. Og aukalega eru svo hugleiðslur sem að hægt er að nýta sér til að tengjast þessum ljósum. 3 leitar hugleiðslum. Já. Þannig endilega kíkja á það inn á síðun okkar ef þið hafið áhuga á að nálgast námskeið. Getur líka sett tengið bara hér fyrir neðan. Já. Fyrir þau sem eru áhuga á þessu. En að umræðum dagsins. Já. Hvað eru gildi? Hvað eru gildi? Já, viltu byrja? Gildi eru svona þessi prinsip svolítið sem við lifum eftir í lífinu og þetta er það sem að fyrir okkur er mikilvægast og umsemjanlegt. Þetta er svona áttavitin okkur, það sem á að stýra okkur. Við kannski áðurnum förum alveg á kaf, bara minna á að það er alltaf að senda okkur spurningar. Já. Í spjallið undir myndbandinu og ekki hika við að senda okkur ef einhver spurninga vaknar á meðan við erum að spjalla. Og eftir líka. Já. En það sem er svona mikilvægt að hafa í huga varðandi gildin og við vitum oft svona nokkurn veginn hver okkar helstu gildi eru. En það er ofboðslega gott að skrifa þau niður. Því að hafa þessi leiðarljós algjörlega skýr. Því að við getum haft alveg, við getum valið, við getum séð lista 200 orðum, við getum valið upp 20. En við getum ekki alltaf farið svo vítt og svo líka stendur kannski eitthvað eitt fyrir marga þætti í okkar lífi. En það að bara átta okkur á hver gildin eru og hvað er mikilvægast fyrir okkur í lífinu, að þá verður leiðarljósið okkar náttúrulega bara mjög skýrt. Og það gerir lífið oft miklu auðveldara og við skiljum oft betur, við lendum náttúrulega í rauninni svona oft í svona konfliktum, svona pínu átökum oft dagsdaglega bara með gildin okkar, en meðan við höfum þau skýr í huganum, þá verður lífið oft svo miklu auðveldara. Já, við allavega þegar við störtuðum skólanum okkar að þá settist við niður og við ákveðum hver gildi skólans væru
og þau eru sem sagt samtenging eða tenging, heilindi og umbreyting. Þannig að allt sem að við tölum allt sem við látum frá okkur, hvort sem það er talað orð, skrifað orð, námskeið, fyrirlestur, hvað sem það er, að við þurfum alltaf að hafa þessi gildi að leiðarljósi í því sem við gerum. Og þess vegna leggjum við svona mikla áherslu á það í okkar starfi, í öllu sem við gerum og öllu sem við segjum, það að við, bæði við, hérna, tvær, og annar starfsfólk skólans og þið sem á ykkur hlustið, séu að skoða einhverja heilindum, bæði gagnvart ykkur sjálfum og gagnvart öðrum. Og að við séum að nýta okkur það sem að uppgötvanir okkar til þess að gera umbreytingar á okkar lífi og rækta tengingar okkar við okkur sjálf og við allt annað í kringum. Og við mátum alltaf allt sem við gerum við þessi gildi. Og bara, ég segi fyrir mig persónulega, ég máta allt sem ég geri líka við mín persónulegu gildi og þau skipta mig gríðarlega miklu máli. Og ástæða þess kannski það við, stórum hluta náttúrulega það að við fórum lengi gegn okkar gildum og það ég hef skilgrindi fyrst mín gildi bara meðan ég var í háskóla og gerði það reglulega í nokkur ár að skoða gildin mín. Svo einhvern veginn gleymast þau bara, fara hún í skúffu og lífið tók yfir og ég fer inn í mín svona svolítið mína bilun í vinnu og þar ég ofta að ganga á móti mínum gildum á þeim vinnustöðum sem ég var og ég held að stærsti skellurinn okkar beggja hafi verið einmitt að við vorum ekki að sýna sjálfum okkur heilindi, við vorum ekki að fara eftir okkar eigin gildum sem að eru samt svo djúp og sterk innra með okkur. Þannig að við erum alltaf og vorum ofta að ganga á móti okkur sjálfum. Það heiðarleiki sé að gildi sem er mjög dýrmætt okkur báðum og við vorum náttúrulega báðar í umhverfi þar sem að það ríkti ekki alltaf mikill heiðarleiki og við vorum ekki heiðarlega gagnvart okkur sjálfum. Og þegar maður gengur á móti gildinum sínum í svona langan tíma eins og við gerðum og ég veit að mörg ykkur þarna úti hafi gert eða eru jafnvel að gera enn í dag, að það endar bara með einu. Það endar með að maður rekst á vegg og maður leikur niður og maður á erfitt með að standa upp aftur. Og hjá okkur var það bara mjög alvarleg lífskunnun sem að hefði geta bara brugðið til beggja vona ef við hefum ekki ákveðið að grípa lífið föstum tökum eftir það. En já, það er bara, það er hættulegt að ganga gegn gildunum sín. Það skapar rosalega togstreitu og kannski eins og ég var bara að segja því í vikunni að þegar ég áttaði mig á bara ekki fyrir löngu síðan en ég var að ganga á móti mínum gildum líka með það að hlýða og fylgja lögum og reglum alltaf sem eru ekki alltaf okkur fyrir bestu og það er það sem snýr á barninu mínu þegar ég tók hana núna úr skólanum af því að henni leið ekki vel. Það er ekki, samræmist ekki mínu gildi heilindi að senda barnið mitt inn í aðstæður sem eru ekki góðar og það er líka bara ákveðið að fara í gegnum að átta mig á því að þarna var ég að ganga á móti mínum gildum og verða að skapa aðstæður til þess að öllum geti liðið vel og við þurfum að gera það líka sem samfélag. Algjörlega og þarna eins og í þessu dæmi þar þurfum við líka að skoða bara það lög í landinu sem segja að börn eiga að ganga í grunnskóla, þau hafa rétt á að fara í grunnskóla, það er skólaskylda, þau eiga að mæta þangað. Lögin segja líka að það sé sem sagt skylda sveitarfélaga og ríkis að veita öllum menntun við hæfi og þjónustu við hæfi innan skólakerfisins. Ríkið og sveitarfélög eru ekki að standa við sinn hluta og þá er í rauninni ekki hægt að krefja foreldra. Nei, þarna var ég að ganga á móti sjálfur. Þarna varst að ganga á móti sjálfur. Og það fann ég bara hvernig spennan innra með mér losnaði við það að taka það ákvörðun að ég þarf ekki ein að standa mig í því að mæta með barni í skólan. Heldur, ég bara tók þessar pressu af mér og leið var mikill léttir að geta fundið að þarna er ég að fylgja mínum gildum. Af því þetta er svo sterkt
heilinda gildi hjá okkur. Já, og algjörlega, og ég held að það sé mjög áhugavert bara fyrir okkur öll að skoða á hvaða stöðum í lífinu hjá okkur er verið að gera kröfur á okkur sem að við höfum ekki verkfæri til þess að standast. Og samræmast bara ekki á neitt hátt okkar gildum. Algjörlega. Þá skapast þessi gríðarlega togstreita sem getur orðið náttúrulega mjög erfið og við náttúrulega þekkjum ofboðslega vel í gegnum okkar vinnu með eftir kunnunina að hvað það getur haft mikil áhrif, gríðarlega áhrif á lífið. En það er gott að þegar við erum að setja niður gildin okkar að horfa heiðarlega á það sem hvar við erum stödd í dag og að svona setja niður fyrir okkur þessi helstu leiðarljós okkar í lífinu og geta þá gripið í þau því að það hefur reynst mér oft svo vel að hafa skrifað niður mín persónulegu gildi og okkur hér að hafa gildi fyrir skólan af því að þegar það kemur eitthvað, boðum eitthvað sem að verði spennandi að þá finnst mér gott að staldra við og spyrja þetta í samræmi við mín gildi? Og líka þegar kemur upp eitthvað mál þar sem að við þurfum kannski að taka á honum stór okkar. Ég meina það kom upp mál hér inn á skóla sem svo að starra annars staðar. Að við bregðumst við samkvæmt þeim gildum sem við höfum sett okkur, eða við höfum ákveðið að við stöndum fyrir. Og það er líka mjög mikilvægt þegar við veltum fyrir okkur gildum, því ég vissum að við getum, eins og Alma sagði, við getum öll tiltekið bara fullt, já, ég vil bara heiðarleika og ég vil bara ást og ég vil bara öryggi og ég vil bara gleði og ég vil bara hamingju og ég vil bara þetta og svona. Við vitum alveg hvað það er sem við viljum, við höfum fullt á orðum til yfir það. En einmitt, ef við förum ekki í vinnuna að bara virkilega einangra hvað er það sem skiptir allra mestu máli og þegar við erum búin að finna það út, þá þurfum við að taka þau gildi og við þurfum að snúa þeim að okkur. Við getum ekki sagt að við viljum að aðrir séu bara heiðarlegir. Nei, við verðum að... Já, við viljum bara að aðrir séu góður og glaðir við okkur. Við þurfum alltaf að snúa þeim við og þetta þarf að vera eitthvað sem þið eru til og við erum tilbúin að standa fyrir líka. Ef að heiðarleiki eða heilindi eru ykkar gildi, þá verður þið að vinna í það okkur einasta degi að vera heiðarleika hvert ykkur sjálfum ykkur hvort öðrum. Og það þarf að gera meðvitað, ekki bara á hátíðistillitun. Nei, þetta verður að vera það sem við lifum. Já. Gildin okkar eru það sem við lifum og eru prinsipin okkar, eru leiðarljósin okkar. Og þetta er rosalega stundum erfitt að hafa einmitt þetta gildi, því að maður getur ekki falið sig fyrir því. Nei, en þetta er bara alveg eins og af því að heilindi eru mikilvægasta gildi að þá bara þetta prinsip að allir sem eiga börn segir stundum svona, kannski hvíta lygi eða eitthvað svona, þetta flestir gera það. En þetta er einhvern veginn eitthvað sem að ég hef í rauninni ekki geta gert. Ég verð alltaf að svara á einhvern hátt þegar ég er spurð og það getur verið erfitt að svara og finna leið til að svara á hátt sem að hentar barni. En ég get ekkert verið að ljúga af því þetta er mitt mikilvægasta gildi. Þannig að það er eitthvað sem að mér þykir ekki í lagi neitt frekar að búa eitthvað til fyrir barnið mitt frekar heldur en það að ég myndi ljúga að þér eða einhverjum öðrum. Svo ef við tekum til dæmis eins og eitt að gilda okkur sem er tenging eða samtenging, að það snýr náttúrulega því að tengjast bæði orkulega við allt sem er í kringum okkur. Það snýr líka því að tengjast öðru fólki og að tengjast okkur sjálfum. Og fyrir mig hefur það verið áskorun vegna þess að ég er bara greið með ákveðna tengslaröskun að vinna í því að tengjast öðru fólki og að vilja ekki bara fela mig þegar fólk vil koma og tala um mig. Það er erfitt þessari vinnu. Ef maður glímir við það verður bara snúa við að hlaupa í burtu og fólk vil tala um hann. En ég sem betur verið búin að vinna mikið í því og ég held við gangið alveg ákveðlega að tala um fólk núna. En það breytir því ekki að gildin mér finnst að gildin manns eiga að vera þannig að það eiga að vera svolítið áskorun, maður á að þurfa að taka svolítið á því svona, eða allavega heilin þarf aðeins að fá að brjótast þegar við veltum þeim fyrir okkur. Þetta er líka bara þegar við erum búin að skilgreina, við erum búin að ákveða þetta og við ætlum að þetta er það sem í hjartanu við viljum og þurfum fyrir okkur, að þá er það eitthvað sem skiptir það miklu máli fyrir okkur að við fylgjum því eftir. Og þess vegna er svo gott
sérstaklega fyrir okkur sem eigum auðvelt með að kannski hlaupa á eftir því sem aðrir vilja eða þjóna öðrum oft og mikið og annað, að hafa gildin okkar í huga og að hafa, að vera svolítið föst á okkar, ekkert svolítið, vera bara föst á okkar gildum og við megum bara bera virðingu fyrir því að aðrir standi fast á sínum prinsipum. Þetta er bara eins og til dæmis með vinnutíma. Kannski viltu bara alltaf fara út í göngutúr á þessum tíma dags og svo kemur eitthvað upp og eigum við þá að fórna því ef að hreyfingin er mjög mikilvæg eða ef að náttúran er mjög mikilvæg fyrir okkur. Eigum við þá endilega að fórna því þegar eitthvað kemur upp að því það hendar einhverjum öðrum eða megum við bara taka okkur okkar tíma, standa með okkur sjálfum af því þetta er okkar gildi og skapa rými fyrir það í okkar lífi. Þetta eru svona hluti sem að gildin hjálpa okkur með. Og það er náttúrulega hægt að fara í gegnum alls konar æfingar við að finna út gildin sín. Það er hægt að fá svona value set á bara að googla og fá lista af gildum sem maður getur svo unnið sér niður á. Einhver 3-5, gott að enda í svona 3-5, alveg max 5. Það er hægt að fara í gegnum, það er hægt að fara á námskeið til að finna gildi sín, það eru margir markþjálfar sem halda bæði hópnámskeið og svo bara í markþjálfum tímum er hægt að vinna í gildunum sínum. Það eru alls konar leiðir til að finna út gildin sín og hægt að fá aðstoð við það. En þetta er eitthvað sem er gott að fara í gegnum og gildin náttúrulega breytast. Þess vegna er gott að skoða öðru hvoru gildin okkar. Já. Af því bara eftir því sem að við þroskumst og lífið okkar breytist, þá breytast náttúrulega eðlilega gildin okkar. Það þýðir ekkert að heilindi hætti að vera gildi. En við getum vilja bæta einhverju við eða tvíka orðin til sem að við notum. Og fyrir mér til dæmis eitt af mínum persónulegu gildum er kærleikur og það stendur fyrir svo rosalega marga hluti, marga þætti í mínu lífi. Það stendur fyrir fjölskylduna mína, það stendur fyrir vini mína, það stendur fyrir tengingarna mínar við fólk og náttúrulega við sjálfa mig. Þannig að þetta eru svona, við getum hort á það út frá mörgum hliðum, þessi orð sem við veljum okkur og svo kannski breytist það og síðar verður það eitthvað öðruvísi. Ja. Ég er ekki viss að ég hafi þetta getur fyrir að tvítu. Ekki allavega að skrifa niður. Ég var bara svo tínt fyrir að tvítu og ég bara vissi alltaf hvað gildi voru. En vonandi eru við einhverju nær gildi og allavega hvernig við notum gildi sem leiðarljós og áttavita í lífinu og við bara hvetjum ykkur til þess að fara í þá vinnu að finna út hvað gildin ykkur eru. Því ef maður hefur engan áttavita og ekkert leiðarljós þá snýst maður bara hringi og veit ekkert hvert maður er að stefna. Þannig að það er rosalega gott að hafa þetta að máta sig bara við allar ákvarðanir í rauninni í lífinu. Já, að hafa þetta eru ákveðin aðgerðir sem við höfum og notum tækifæri til þess að svona skerpa á okkar áherslum og vita hvað við stöndum fyrir enda betur og geta sagt það í fáum 3-5 orðum. Og þetta auðveldar okkur bara svo margt, þetta auðveldar okkur bara til þess að velja fólki inn í líf okkar. Því að við viljum ekki hafa mikið af fólki í líf okkar sem er með allt önnur gildi en við. Sérstaklega ef þau gildist svona stangast á við okkar gildi að þá eigum við bara ekki samlíf. Eins með verkefni sem við veljum okkur eða vinnu, ef hún samræmast ekki okkar gildum, vinnum við aldrei blómstra. Það er nefnilega eitthvað sem ég gerði alltaf fyrir að fara í vinnu, og því skipti nú oft minnastæði að skoða gildi fyrirtækisins, en svo náttúrulega þegar á reyndi að það voru ekki alltaf samræmi á milli gildana sem settur fram og gildana sem voru upplifum og vinnustæðum, þannig að það getur verið, það er líka eitthvað sem við þurfum að hafa í huga og þannig að gildin geta fallið okkar svo erum við mætt á staðinn og það er ekki til staðar það sama og við byggumst við að verðum bara inn í. Þá er náttúrulega gott að staldra við líka og spyrja sig, ok, er þetta þá minn staður? Því að það er ekki gott eins og við segjum að ganga á móti okkar gildum. Hvað þá til lengri tíma og ítrekað? Bara þegar við veljum okkur fólk að hlusta á, til þess að við erum andlega leitandi og erum að hlusta á alls konar fólk.
spjalla að einmitt, ef við finnum strax í hjartanu hvort að gildin samræmist gildum manns eigins, þannig að þetta getum við notað á svo ótrúlega marga hátt. Þannig að við hvetjum ykkur eins og bara til að finna ykkar gildi Já, og skoða þau. googla og líka að það er örugglega hægt að finna helling á YouTube um gildi. Takk fyrir í dag, takk fyrir.